svona kenna það hvernig svona vakningasamkoma, trúboðssamkoma og lækningasamkoma gæti virkað. Og ég hef farið í trúboðsferðir og Guð svona sýnt mér undir spurningu hvað virkar best að fólk læknist og leysist. Og númer 1, okkar vitnisburður skiptir rosalega miklu máli. Og það mjög gott að geta sagt sem vitnisburður bara í kannski 2 til 5 mínútum. Hvað þú komst, hvernig Jesús frelsaði þig og hvað þú staddur í dag. Bara á svona 5 mínútur kannski. Og fagnaðarindinu fylgja undantekningarlaust lækningar og kraftaverk og endurlausn. Það bara fylgir því. Og Jesús sagði okkur hann sagði okkur að tákn undur og lækningar og kraftaverk myndu fylgja þeir sem trúa. Við hefum ekki að hlaupa til því. Við bara eldum Jesú, boðum fagnaðarindið og allt annað fylgir í kjölfarið. Hann sér við það. Við gerum okkar hluta og hann sér við restina. Og ég fengi þá náð að biðja fyrir nokkur 100 manns sem hafa læknast og fengið kraftverk. Og ég líka séð í land að fara með fólki og alls konar hluti. Þannig að þetta byggist ekki okkur. Þetta byggist á frelsisverki Jesú Krist. Og það svo magnað að Halldór hann las reikningaversi sem ég var búinn að koma með. Svona sem punkt. Og þetta rosalega góður sálmur, sálmur 103. Lof þó drottins sála mín og gleym ekki neinu velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar og lækkar öll þín mein. Þannig að fyrirgefningin í Jesú nafni, að fá fyrirgefningu synda sinna, það fylgir þér lækning líka. Það helst í hendur. Algjörlega. Þannig að boðum fagnaðarindisins fylgja lækningar og kraftaverk. Og það oft þegar maður á svona samkomum sem þessari að drottinn hann gefur þekkingarorð. Og þekkingarorð getur verið þannig að hjarta einhvers inni opinbert. Eitthvað í fortíðinni sem að bara einstaklingurinn veit að það verður opinberað. 4 Kórinthubréf 14. kafli. Þegar hjarta einhvers opinberast og hann sér að það er talað út sem að bara manneskja veit og bara Guð, að það fellur viðkomandi á hnéð og tilbuður Guð. Og getur líka bara gerst inn í hjartanum, bara Guð raunverulegur. Og þekkingarorð getur líka verið þannig að maður fái bara að vita hvernig fólki er veikt. Og hjá mér þetta oft þannig, ég kem kannski bara alveg verkjalaus á samkomuna. Og svo þegar ég bara komin á samkomuna, þá byrja ég að finna verki í líkamann. Hér og þar. Bara eftir því hvernig fólki er veikt í salnum, eða með verki í salnum. Stundum sé ég þetta. Ég var bara núna vorum við í skóla að læra svona meira lækningagjöfina og svona að fara ekki ættarbölvanir og þess háttar og svona, að losna. Að þá bara var ég að tala við Þórhall og ég horfi í salinn, þetta var bara restina af samkominni, horfi í salinn og ég sé bara manneskjuna að hún er með eitthvað illt í eyranu. Bara sá það bara. Þannig að ég ekki alltaf finnverki, ég líka sé það bara stundum. Og það er mjög auðvelt að sjá einhver haltrast í liði, en þetta var alveg þannig að hún var með verk bara í eyranu. Ég sá að hún var með verk í eyranu. Og leiði ég sá það, þá fekk hún svona smá sting í eyranu. Og ég segi við Þórhall, nú ég aldrei tala um manneskjunni, ég veit að þú vil tala við hennar, getur þú komið með mér og bara kynnt mig fyrir henni. Þannig ég þurfti ekki að vera eitthvað svona riðjast að henni, eitthvað svona skilvið. Og leið hún náttúrulega, þegar ég kem við honum að hann þekkt hana, að þá var bara hann komið bara strax föst, skilvið. Þannig að það var það sem ég vantaði bara þarna. Og ég spyr hana, eftir með verk í eyranu, og hún segir, ég var að stíka svona eyrnapinni í eyranu á mig fyrir einhverju síðan og bara hann fór á langt og ég bara með eitthvað svona lekur í eyranu og bara rosalega verk í eyranu. Og ég bara bað fyrir henni og verkefni fóru og síðan þegar ég var bara að tala þess við hana, fyrst ég bara sagði drottinn fyrst þegar ég sagði þetta við hana þá sagði hann, hvernig vissi þú?
Ég sagði bara að Drottinn, hann elskar það svo mikið, hann að nota mig til að sýna þér hversu mikið hann elskar þig og hversu mikið hann veit lækna þig. Því að ég vissi að hún var alveg að koma bara með trúa líka. Bara svona, að það fóru okkur að segja með það. Og þannig að ég notaði tækifæri til þess að bara tala kærleika Guðs inn í hennar líf líka. Og svo bara einhverja 2-3 mínútur voru að tala kærleika Guðs inn í hennar lífinnar. Og þá bara allt yfir sé ég með sín setja hendina á ennið á henni og þegar ég myndi setja hendina á ennið á henni, þá myndi detta í gólfið. Og það myndi koma einhver svona innri læknir líka í kjölfarið. Og ég spyr hana, má ég setja hendina á ennið þér? Og byrja það að spyr hana fyrir þér. Hún sagði já. Og ég sagði fóru okkur að fara fyrir aftan hana því ég vissi hún myndi þetta í gólfið. Og svo setti ég hendina á höfuð á henni og hún bara datt í gólfið. Bara þetta gerist allt, það var bara eins og ég sá það. Og stundum þá sýnir Guð okkur líka hvað við gera, láta okkur í að gera. Af því að við erum svona hendur og fætur Drottins og við erum líka munnur hans. Skiljið þið? Við erum bara framlenging á því sem Guð vil gera. Það vil nota okkur. Og hann sá okkur öllum að predika fagnaðardi og lækna sjúka og reka út í landa. Þannig að þetta fylgir náðarverki Drottins. Og ég alltaf, tel mig vera komið 2 þekkingar á nú þegar. En ég finn ekki verki, þetta er bara að koma svona hugsanir. Þetta er Guð gefur stundum hugsanir líka. Og það er oft þegar færri sannum, þá erfiðara að fá nákvæm þekkingar sem það heitir. Því fleiri sem vera samkominni því auðveldara er það. Bakvið þér rosalega aðgengir. En það byrði lýsins að það ýtir fólki niður og fólk fær verk í bakið. Og ég er bara að sjá það að 8 hverjum 10 sem er með bakverki, að þau eru með annar fótur styttri. Þannig að það er bara mjög gott að tjekka fótunum líka svona ef fólk er með bakverki að mæla og svona fyrst. Hverju hafa séð það gert? Já, svona 1/4 samlega kannski. Þannig að við getum tekið svoleiðis dæmi eftir. Það eru örugglega einhver með styttri fótina. Stundum er fólk með styttri fót og þó það sé ekki bakverki, það getur eitthvað annað. Og svo eru styttri hendur. Og við vorum í lækningaskóla og ég er búinn að læra að fara lengra með þetta. Af því að þegar við byrjum að starfa í gjöfunum, hvaða gjöf sem það er, að þá þjálfumst við í þeim. Við þroskust í þeim og þjálfumst í þeim. Ég man bara fyrst þegar ég var að gefa spátasvör og var kannski að tala opinberlega sem Guð hafði að tala til mín og það skildi mig enginn. Ég hafði bara, Guð, af hverju þetta láta mig tala spátasvör, það skildi mig enginn. Ég þurfti bara að læra að fara með til rétt að fara með þannig að fólki skildi mig. Ég hélt þetta væri að því að ég sagði þetta svo augljóst, þá hélt ég allir með þetta að skilja það. En ég þurfti að læra að tala mannamáls. Fatið þið? Þannig að þetta virkar svona. Ég ætla að bjóða Brandon núna að koma hérna upp, tengdasyni mínum. Hann er með trúboðsgjöf og bara svona dæmi hvernig fagnaðarerindi er talað í stuttu máli á samkomu. Það er mjög mikilvægt að þegar lækningar og endurlausn þarf að eiga sér stað, það er mjög mikilvægt að tala fagnaðarerindi, hvað Jesús er gert fyrir okkur. Það er eitt atriði sem hann þarf að gera. Þannig ég ætla að bjóða honum að koma upp á Þorgilshandar fúlka. Þannig að svo kom predika svona stutt fagnaðarerindi, hvernig það er. Já. Men það er oft ófrelsað fólk í salnum, skiljið. Þannig að þess vegna þarf fagnaðarerindi að vera að tala.